Komið sæl og velkomin í fyrsta þáttina af Suðurnesja Magasíni árið 2018. Við tökum upp þráðinn frá því í síðustu viku og höldum áfram að skoða brota af því sem við vorum að fást við í þættinum á síðasta ári. Ásgeir Margísson hjá HS Orku ræddi við okkur rafmagn til gagnavera. Við kynntum okkur einnig heilsueflingu eldri borgara í Reykjanesbæ, hittum dreng sem hljóp upp við þjóf og klifruðum upp í tré til að ræða við Lilla klifumús. Þá söng Már Gunnarsson fyrir okkur nokkra slagara. Í dag mikill skortur á rafmagni. Hann birtist fyrst og fremst á sviði gagnavera. Þau vilja meira rafmagn. Gagnaverur hafa vaxið í landinu. Ekki kannski eins mikið og einu sinni var spáð, en þau hafa vaxið töluvert og nota í dag nokkra 20 megavatta í landinu. Við erum að selja hluta af því. Og við erum því miður mjög oft og iðulega að segja nei því miður við gagnaverin, við eigum ekki rafmagn fyrir ykkur. Og þá fara þeir með sín viðskipti eitthvað annað til annarra landa. Við verðum af tækifærum út af þessu. Við erum að tala mjög umhverfisvæn fyrirtæki, gagnaverið ekki, ef hægt að orða það þannig? Jú, við erum að því og við erum að tala þjónustu sem við notum öll í gegnum þessu veflægu tölvukerfi, samfélagsmiðla. Við tölum Facebook og Snapchat og Instagram og hvað þetta heitir. Þetta notar allt saman gagnaver. Og við öll sem erum að nota snjallsíma og tölvur, við erum að nota gagnaver. Við bara vitum ekki af því. Já, Jannes, þú ert að hrista upp í lífi eldri borgara hér á Suðurnesju. Ef við getum orðað þannig. Já, það má nú kannski segja það. Við erum gengið bara einstaklega vel. Meginmarkmiðið að efla heilsu og velferð hinna eldri. Og þekkingin hjá þessum eldri á eigin heilsu, hún að eflast. Og þau vita það og við sem erum að eldast, við vitum það að við viljum kannski ekki sækjast í þessar breytingar sem eiga sér stað við öldrum. Við erum að safna okkur of mikilli fitu, vöðvamassin að minnka, æðakerfið stirðnar svolítið upp. Jafnvel heilinn, hann skreppur svolítið saman. En með markvissri hreyfingu, og þetta ekkert erfitt, með markvissri hreyfingu þá erum við að auka blóðflæði allan líkamann og eiginlega bæta heilsu og velferð hinna eldri og ég tel mig nokkuð viss það, þú hefur heyrt það á þáttakendunum að þau finna það á eigin skinni að þau að eflast og við erum í rauninni að berjast á móti öldrunareinkennum sem eru þekkt. Og meðan við erum á besta aldri, yfir 65-70, þá ennþá nægur tími til að spyrna á móti öldrunareinkennum. Þetta hefur mikil áhrif að hreyfa sig og jafnvel að taka í lóð og að vera með svona styrktar æfingar. En hversu erfitt ef við má spyrja, að fá fólk til að drífa sig á stað? Já, það kom okkur svolítið óvart. Við reiknuðum með svona 60-80 þátttakendur hér í fyrstu loti, en það skráði sig yfir 120 þáttakendur og við fórum á stað með þann fjölda. Það má reikna með að eitthvað brottfall ávallt í þessum aldurshópi, en þau eru ótrúlega seig og dugleg og ég heyri það bara á þeim. Nú þau að spyrja hvað framhaldið, því að þetta ekkert átak í rauninni, þetta lífsstílsbreyting. Hinn 11 ára gamli Hafþór Smári Sigurðsson hljóp upp manninn sem reyndi að stela hjóli móður hans. Hafþór hljóp eftir þjófnum fram að næstu gatnamótum þar sem viðkomandi stökk af hjólinu og hljóp í burtu. Móðir Hafþórs, Una Sigurðardóttir, mikill hjólagarpur. Svo segja má að Hafþór hafi komið henni undan talsverðu tjóni. Hetjan Hafþór var svo að lokum verðlaunaður með leik í FIFA og allir allsáttir með kappann. Jæja Hafþór, viltu byrja á því að segja mér hvað þú varst að gera þegar þú sérð að það eitthvað að stela hjólinu fyrir utan? Já, ég var að spila í tölvunni og ég var á leiðinni á klóstið. Þegar ég sá allt í einu mann standa fyrir utan húsið mitt að taka hjól. Og hvað ákvaðstu að gera? Hlaupa eftir honum. Og hann fer hérna út götuna, maðurinn á hjólinu hennar mömmu þinnar, og hvar stoppar hann svo? Hann stoppar hjá Þverholtinu. Og reyndur eitthvað að kalla eitthvað á hann? Já, ég kallaði á hann, komdu með hjólið mitt. Þannig hann endar á því að gera það? Já. Og varst aldrei hræddur við hann? Já, þegar hann stoppaði. En hann gerði svo ekkert, heldur hljópa hann bara í burtu, eða ekki? Hann hljóp í burtu. Þú varst einn heima þegar þetta gerist, eða ekki? Jú.
Hvað sögðu mamma og pabbi? Þau fríkuðu út. Mamma, en hún hjólar svolítið mikið, en hún væntanlega glöð með þetta. Já. Jú, hann bjargaði mér alveg með því að fara á eftir hjólinu þó ég hafi nú kannski fattað eftir á að svona því ég hugsa þetta betur að þetta hefði getað verið hættulegt fyrir hann. Að hlaupa svona eftir einhverju sem tekur hjól. Og þetta bjargaðist bara vel og ég á hjólið. Sigurður Smári, númer hvað er þessi sýning hjá þér í leikfélagi Keflavíkur? 7 held ég. 7? Já. Og hvernig er að vera í þessari sýningu? Herðu, þetta er óbóðslega gaman. Þetta er öðruvísi en ég verð að leika. Ég fæ að vera svona hátt uppi með svona fína slaufu og eyru. Sjáðu. Hvernig sýning er þetta? Hvað snýst þetta leikrit? Þetta, sko þegar öll er á botningholta snýst þetta það að öll dýrin í skóginum eiga að vera vinir. Sjáðu til. Hvern leikur þú? Ég leik Lilla Klífumús. Hver er það? Lilla Klífumús er klífumús sem að allir elska, nema Mikki refur. Við Mikki erum ekki góðu vinir, ekki til að byrja með, svo þurfum við bara að sjá til hvað gerist þegar líður á sýninguna. Már, við vitum náttúrulega einn frægasti tónlistarmaður og söngvari sögunar er mjög sjónskertur, er blindur, Stevie Wonder, og hefur haldið upp á hann? Já, náttúrulega Stevie Wonder er þvílíkt legend og er bara minn uppáhalds tónlistarmaður eflaust. Og þetta hérna lag er örugglega uppáldið mér með honum. 'Cause I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. And I mean it from the bottom of my heart. Icelandair opnaði nýtt flugskýli og við vorum þar. Við heyrðum einnig í Atla Kristjánsinni hjá Bláa lóninu sem sagði okkur frá þeirri upplifun sem nýtt hótel við lónið verður. Klassart gaf okkur tóndæmi á árinu sem leið og makríl var mokað upp við höfnina í Keflavík. Sjáið þið þetta. Icelandair tók í notkun nýtt flugskýli nýlega en það er sambyggt gamla skýlinu á Keflavíkurflugvelli. Nýja flugskýlið er 27 metra hátt stálgrindarhús á steyptum undirstöðum. Grunnflötur byggingarinnar er 10.500 fermetrar og heildar flatamál hennar 13.600 fermetrar. Í byggingunni er stærsta hafi húsbyggingu á Íslandi en þakbitar milli burðarveggja spanna 95 metra. Með byggingu skýlisins þrefaldar Icelandair aðstöðu sína til framkvæmdar slíkra stórskoðana og getur því flutt flesta þeirra til landsins en undanfarin ár hefur Icelandair í auknum mæli þurft að leita sér þessarar þjónustu erlendis vegna stækkandi flugflota. Í dag starfa 470 manns á tæknisviði Icelandair, þar af 370 í húsnæðinu við Keflavíkurflugvöll. Stærsti hópurinn er flugvirkjar en einnig er að finna þar á annað 100 háskólamenntaðra starfsmanna. Hvað getur þú sagt okkur Atli þessa mögnuðu áframhaldandi uppbyggingu í Bláa lóninu með hótelinu? Það hefur náttúrulega verið talað það að það hefur vantað á Íslandi einhverja meiri upplifun fyrir okkar gesti, Íslands gesti, sem að eiga kannski meiri peninga heldur en aðrir. Það hefur verið talað að það vanti meira 5-stjörnu afþreyingu. Þetta svona svolítið hluta? Já, við erum ekki að hluta að mæta þeim þörfum að þessum efnameiri og það náttúrulega og við erum að alveg miðað við það að sjálfsögðu að þetta sé svolítið, fólk gerir ráð fyrir að sé framúrskarandi þjónusta, að þetta sé allt framúrskarandi. Enda leggjum mikið upp á því að bjóða framúrskarandi vörur og upplifun í lóninu. Og það mun halda áfara svo bara í nýju upplifunarsvæðinu. Þannig að þetta verður svona, hvað maður segja, þetta verður upplifun sem að fólk gleymir ekki auðvitað. Þetta verður alveg frábært.
miðað við sama tíma í fyrra þá má að segja að makrílvertíðin sé hálfnuð. Hvernig lítur þetta út? Þetta lítur nú bara þokkalega út. Á tímabili vorum við ekki spjartsýnir en okkur virðist nú að sama trafík sé að myndast núna og var í fyrra. Við sjáum bátana hópast hér á einstöku bletti eins og stíði fyrra og það virðist bara vera stöðugur makríl koma. Einstakur brotavilji hjá makrílum að komast á land. Það er svolítið sérstakt að hann hópast allir hérna bara við höfnina í Keflavík, undir berginu hjá okkur og út við Helguvíkurhöfn. Já, hvernig hann haga sér er svolítið sérkennilegt. Sumir sem ég hef hitt og eru íbúar hér hjá Keflavík, þeir vil nú meina að þetta sé bara mjög auðskiljanlegt, það vilja allir vera í Keflavík, meiri segja makríllinn. En þetta er svolítið sérstakt og þetta vekur áhuga fólks. Fólk stoppar hérna með frá ströndinni og fylgist með bátunum eiginlega beint við hliðina á sér vera að draga makrílina borð. Hvernig kemur höfnin að þessari starfsemi? Það er svolítið mikið sem þið þurfið að gera. Já, við erum náttúrulega þjónustuaðilar við sjávarútveginn og við liggjum náttúrulega einstaklega vel við þessum miðum hjá makrílnum, eins og ég segi, það eru kannski metir í miðin. Þetta er mikið álag sem fylgir þessu, starfsmenn eru að vinna hér frá 7 á morgnana og fram eftir nóttu, en þetta er gaman og er mikið líf og fjör. Við erum með ísframleiðslu hérna hjá Reykjaneshöfn og seljum þar að leiðandi ís borð í bátana. Og það kemur oftar en ekki fyrir að við erum orðnir íslausir miðjan dag. Við framleiðum á sólarhring svona 25-30 tonna ís og það dugir ekki til og verður þá að sækja ís í Sandgerði og Grindavík. Þannig að þetta hefur áhrif hér öll Suðurnesin, þessi makrílvertíð hér í Keflavíkurhöfn. Savana ia tuna ye. Sendi það sagt, það bæði maður segir sótt. Einmitt, sótt. Þú pikkar, við pökkum, sent eða sótt. Netto.is. Sæl aftur. Nýr Sagaláns opnaði flugstöð Leifs Eiríkssonar á nýliðnu ári og við vorum þar. Við ræddum einnig hinseggileika og fórum í starfshlaup. Þá kom Asra til okkar og ræddi múslimska trú. Ragnheiður Elín gerðist gestafréttamaður og tók verkalýðsforingja í viðtal. Þá kynntum við okkur nettæktina Soð. Ný og stórglæsileg Sagaláns setustofa Icelandair var opnuð nýlega í flugstöð Leifs Eiríkssonar. Nýja setustofan er á 3. hæð í suður byggingu flugstöðarinnar og er 1350 fermetrar að flatamáli, 2-fall stærri en eldri setustofan var á neðstu hæðinni. Hönnur eru þeir Eggert Ketilsson og Stígur Steinþórsson. Íslensk náttúra og menning er í hávegum höfð í nýju setustofunni, þar sem áhersla er lögð á þægindi, gæði og gestristni. Þaðan líka stórbróti útsýni, nærri því allan hringinn yfir Reykjanes, Faxaflóa og allt vestur til Snæfellsjökuls á heiðskýrum degi. Ekki er ólíklegt að fleiri muni nú gleyma fluginu sínu því hægt er að eiga góða stundir í skemmtilegum legubekkjum og hægindastólum eða við arinn eld. Suðurnesjamenn eiga mestallan heiðurinn af sjálfri uppsetninga og smíðavinnunni í nýju setustofunni. Þar fóru fremstir starfsmenn og eigendur trésmíðaverkstæðis Stefáns og Ara, en þeir bræður hafa komið að vinnu við síðustu setustofur Icelandair í flugstöðinni. Jenny Voltesdóttir er setustofustýra og hún var mjög ánægð með útkomuna. Já, gríðarlega. Ég er mjög ánægð. Þetta hefur tekist mjög vel. Við erum að stækka húsnæði okkar 2-falt og það sem við erum með sætispláss fyrir 330 versus við vorum með 120 á gamla biðstofan okkar. Og þetta er skemmtileg hönnun hérna? Mjög skemmtileg. Eggert Ketilsson og Stígur Steinþórsson eiga þessa hönnun og eru að blanda íslensku náttúru.
íslensk náttúra er sannlega í hávegum höfði hérna. Akkurat, jú, það er akkurat þannig. En hvað eru komið til með að þjónusta fleiri flugfélög heldur en ykkar eigið Icelandair? Já, við erum með 4 önnur flugfélög hér hjá okkur. Við erum með Lufthansa, Air Baltic, Finnair og Delta. Ósk Matthildur Arnarsdóttir og Sæmundur Már Sæmundsson eiga það bæði sameiginlegt að hafa komið út úr skápnum á Suðurnesjunum. Við spjölluðum við lífið og tilveruna og fræddumst söguna þeirra og hinseginleikann almennt. Nú eru komin 2 ár, Ósk, síðan þú komst út úr skápnum. Hefur alltaf vitað og fílaðir stelpur? Nei, ekki fyrir en að ég var svona 18-19 ára um það bil og ég í rauninni átti mjög erfitt með að koma út. Það tók mig um það bil 2-3 ár að bara þora að viðurkenna fyrir samfélaginu. Þegar ég var svona 12 ára þá byrjaði ég svona að átta mig á því að ég varð svona pínur hrifinn af karlmönnum. Ég laðaðist miklu meira karlmönnum eða strákum en stelpum. En mér datt hvarflaði aldrei að mér að ég væri samkynhneigður samt. Ég hélt að þetta myndi bara eldast af mér og ég var ekki einu svona mikið að spá í þessu. Ég var ekkert að stressa mig á þessu. Ég var handviss um að þetta væri bara eitthvað fasi. Og það var ekki fyrr en ég var svona 16 ára sem ég byrjaði svona íhuga. Ég gæti hugsanlega kannski verið tvíkynhneigður. En þá hugsaði ok, ég er tvíkynhneigður því ég fókusera bara á stelpurnar. Þarf ekki að vera að segja neinum frá þessu. Og svo þegar hún 18 ára þá einhvern veginn, þá fer þetta að gerast rosalega hratt. Ég fæ eiginlega bara nóg af því að vera að bulla í sjálfum mér. Að koma út í svona litlu samfélagi, það var rosalega erfitt fyrir mig að því á því tímabili þegar ég var að koma út þá var rosalega mun minni fræðsla hinseginleikann og allt því tengdu. Þannig að það í rauninni gerði það svolítið erfitt fyrir mig. Ég fekk rosalega mikinn svona dóm og fólk spurði mig bara að öllu því sem að því sýndist. Og gerði þetta rosalega klámvætt og þetta var svona, mér leið eins og ég væri rosalega öðruvísi. Þetta var mjög skrítið að mæta í skólan á mánudeginum af því að þetta breyti svo hratt út. Það vissu þetta allir bara fyrir hádegi á mánudeginum. Samt þorði fólk ekki að spyrja mig út í þetta. Fólk var meira að spyrja vini mína út í þetta og systur mína. Það veit ekki, það vildi enginn spyrja mig út í þetta. Í síðustu viku fór fram 22. starfshlaup Fjölbrautaskóla Suðurnesja en keppnin hefur verið fastur liður í starfi skólans síðan árið 1994. Í ár kepptu 5 lið í hlaupinu og bar græna liðið sigur úr býtum eftir mjög jafna keppni. Appelsínugula liðið endaði rétt og eftir því græna og gula liðið lenti í 3. sæti. Græna liðið hlaut því starfslaupsbikarinn og pítsuveislu í verðinu. Víkufréttir fylgdust með ansi spennandi keppni á sal skólans. Getið hans útskýrt fyrir mér hvað starfslaup er? Það er bara keppni til þess að brjóta upp bara hefðbundið starf í skólanum. Bara skólinn skipti lið og svo bara keppum við í öllum greinum sem að hægt er að keppi. Er þið með einhver dæmi greinar sem þið verið að keppi? Bara sálfræði, íslenska, reipitog, pingpong, búmrúm, bara name it alls konar. Og hvernig græna liðinu búið að ganga í dag? Geggja vel. Við erum ógeðslega stolt af öllum. Er einhverju svona frekar meiri keppinautar heldur en einhver önnur lið? Gulir og appelsínugulir eru alltaf sterk og það eru alltaf svona sterkustu liðin sem eru að keppast. Þið eru hérna fyrirliðar appelsínugula liðsins. Hvernig er ykkur búin að ganga í dag? Herðu, bara ágætlega. Ég held að þetta sé bara allt að koma hjá okkur. Stemmingin góð hjá krökkunum? Ekkert smá, eins og maður sér mér bakvið, þetta er bara rosalegt Og það er mikið keppnisskapið, það er ekki á milli liða? Jú, það byrja alltaf með appelsínugula og græna, en núna þegar gulur er að vinna þá er búin að saman appelsínugulir og grænir, þannig þetta er rosalegt. Hvernig er ykkur búið að ganga í dag? Okkur búið að ganga mjög vel eins og sést á skjánum, þá gengur þetta allavega fínt. Hvað er núna framundan? Vonandi bara sigur. Það er bara þannig. Hver eru helstu keppinautarnir ykkar? Grænir og appelsínugul báðir. Það eru grænir, eiginlega. Gestur minn í dag er Asra Sirnats. Asra er tvítug stúlka sem er búsett í Keflavík. Hún starfar hjá Apóteki Suðurnesja og er með stúdentspróf frá Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Asra aðhyllist múslimska trú og við munum spyrja hana út í trúna, samhliða fordómum sem hún hefur orðið fyrir á Íslandi og ýmislegt tengt trúnni.
Ef ég byrja bara á því að spyrja það, Asra, hvað er múslimsk trú? Múslimsk trú í rauninni það sama á öll önnur trúarbrögð. Þetta er bara að lifa í sáttasamlyndi, fallegur heilbrigður lífstíl og þessi mjög mikilvæga fagurfræði sem fylgir í rauninni trúarbrögðum. Hún er ekkert frábrugðin bara öðrum trúarbrögðum heldur. Af hverju ertu múslimi? Frekar en eitthvað annað? Sko málið er að ég fæðist bara í þennan heim sem múslimi í rauninni. Það sem foreldrar mín eru sem sagt frá Bosníu og það ríkir múslimsk trú og þau fæddust inn í þá trú en þetta gengur bara svona einhvern veginn. Þetta er ekkert eitthvað sem ég valdi mér en þetta er ekkert heldur eitthvað sem ég læt skilgreina mig sem. Þú hefur búið á Íslandi alla ævi. Já. Hefur orðið fyrir miklum fordómum fyrir það að vera múslimi? Sko, ég fann fyrir því þegar ég var yngri. Þú veist, ég fann fyrir því ég var öðruvísi. Ég var ekkert eins og hinir krakkarnir. Ég var ekki ég held ekki upp á venjulega jól. Páskarnir voru ekkert eitthvað þýðingamiklir annað en það var páskaegg. Og ég fann fyrir svona, þú veist, þessu fermingum og eitthvað svoleiðis, skírnir og svona. Svo þegar fólk kom staðið, þú veist, ég var ekki skírð heldur, ég nefnd. Þannig að það í rauninni skilurðu, ég fann fyrir svona, ég var öðruvísi. En svo náttúrulega með aldrinum, þá fór ég að upplifa þetta aðeins meira. Þá fór ég að átta mig meira á því hvað væri að gerast og af hverju ég væri öðruvísi og hvernig fólk liti á, sem sagt, bara múslima. Og ég hef í rauninni ekki lent fyrir miklu bara svona fordómum eða ekki svona beint í andlitið. En ég hef alveg fundið fyrir því á netinu og bæði þegar ég fer og ég tjái mig sem sagt, þessi málefni sem skipta mig máli. Svo sem trúarbrögðin og trúin mín. Þá ég hef alveg fengið aðkast, sko. Hvað er fólk að segja við þig á netinu? Fólk hefur, sko, ef við nefnum eitt dæmi, þá hefur það sendt mömmunni skilaboð, persónuleg skilaboð, að vera ekki alveg annan Breivík hér á landi. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánar upplýsingar á hljómahöll.is. Það er ekki margt sem er eins og þegar félagið var stofnað 1932 og í dag. Hvað eru svona kannski helstu svona tímamótin eða svona kannski þeir atburðir sem standa upp úr í þessari 85 ára sögu? Sko, það er hægt að margs að minnast en auðvitað hefur breytingin orðið alger úr því að þetta var sjómenn og fiskvinnsla og útgerðarbær og það var allsráðandi. Fiskurinn var allt umliggjandi. Í dag er það völlurinn eða ferðaþjónustan. Þar starfa þúsundir og við eigum þar þúsundir núna félagsmanna sem að vinna í kringum það. Það er okkar mesta stóriðja. Meðan við bíðum eftir að stóriðjan í Helguvík náir sér á strik og komist á koppinn, þá er flugvöllurinn okkar stóriðja. Það verður bara að segja það alveg eins og er og er bara að gera það mjög gott. Við erum að finna það að tekjur eru að skríða upp. Það er launaskrið á markaðinum og það eru bara mjög jákvæð teikni á okkur í öllum þeim málum. Hæ, ég heiti Kristinn og er Guðmundsson. Ég er 32 ára uppalinn Keflvíkingur. Ég er suðarinn, eða, já, ég bý til Svoð. Eins fáránlega það hljómar þá langaði mér þá var ég að fara til Íslands í sumar og ætlaði að vera upp í sumarbústað hjá mamma og pappa, bara í einhvern mánuð eða 2, það var svona hugmyndin í byrjun og mér vantaði einhverja sumarvinnu og þá kom þessi hugmynd að búa til bara kokkaþætti á netinu og sjá hvert það leiðir, sko. Og svo er maður náttúrulega bara algjör matarpervert, sko, og hefur bara rosa gaman að því elda líka. En þú veist, eitthvað svona passion fyrir því byrjar, hvað maður að segja, byrjar eiginlega bara frekar snemma. Mér langaði að vera kokkur alveg bara svona 13-14 ára og þá sagði vinur minn Bjarni Páll Tryggvason sem var kokkur á Glóðinni á þeim tíma
ef einhver man eftir þeim stað, þá sagði hann mér að þetta væri ömurlegur vinnutími og og þá hætti ég við og varð myndlistarmaður og áttaði mig á því að það væri ömurlegur vinnutími og illa borga. Þannig að nú er ég einhvern veginn svona að reyna að blanda þessu öllu saman í eitt. Ég vann á Pizzastétt 7 í Keflavík í gamla daga að kasta upp pítsur og eitthvað og þar lærði ég ýmislegt eins og í samsetningu ingredients, hvernig sem maður það svona samsetningu innihaldsefni, þannig að þar svona byrjar maður að átta sig á því að laukur er ekkert endilega laukur þegar maður setur hann með hinu og þessu, þannig að það var svona fyrsta svona námið mitt, en síðan í skólanum mínum í Amsterdam, þar var ég kokkur, gerði það svona með skóla og svo er ég búinn að vera að vinna í verða 4 ár off and on á veitingastæðin í Brussel. Það voru ekki fleira í þessum þætti. Við þökkum ykkur áhorfið en minnum ykkur á aðra miðla Víkurfrétta. Vikulegt blað sem dreiftir á miðvikudögum og fimmtudögum. Víkurfréttavefinn vafr.is með daglega fréttir frá Suðurnesjum og kylfingur.is er með golffréttirnar alla daga ársins. Eldri þætti af Suðurnesja magasíni má sjá á vafr.is. Takk fyrir að horfa í þessari viku og við verðum með nýjan þátt í næstu viku. Verðið sæl. Sæl.